Ég heiti Laufey og ég er einstæð móðir og er búin að vera á leigumarkaði í ansi langan tíma. Sennilega svona 20 og eitthvað ár. En ég sem sagt bjó erlendis fram til 1999 og flytt þá heim sem sagt í kjölfar áfalls sem ég varð fyrir og þannig að ég kem heim í lok 1999 og þá var elsta dóttir mín að verða 4 ára, eða 9 ára 4 ára, já 9 ára 4 ára og ég náttúrulega byrja eins og margir sem er að flytja heim eftir dvöl erlendis að flytja heim til mömmu minnar og bjó þar í nokkra mánuði, náttúrulega bara gott að geta hafa kost á því að búa hjá fjölskyldumeðlimi þegar maður getur ekki búið neins þar. En náttúrulega þegar ég kem heim þá er leigumarkaðurinn ekkert endilega neitt sérstaklega spennandi sko. Ég held að einmitt að það hefði verið á þeim tíma þegar hann fór að verða svolítið crazy. Það þetta var svona, held ég, við vorum að sigla inn í svona svolítið svona góð æri fyrir alla nema okkur sem eigum ekki neitt. En þetta var alveg erfitt svona þegar ég fór að hugsa mig til hreyfings og kannski einmitt að fara að leigja og flytja út frá mömmu aftur. Þá var þetta alveg flókið og ég var frekar heppin að ég byrjaði á að flytja, það var íbúð sem að fjölskyldumeðlimur átti og þannig að ég fékk að fara þar inn á meðan var verið að ákveða hvernig þetta haga sölunni og svona. Þannig að ég og dóttir mín flytjum þangað inn held ég árið 2001, ef ég man rétt, það var 2001 af því að þegar við flytjum þangað inn þá er ég ólétt af yngri stelpunni minni og þannig að ég sem sagt bjó í þeirri íbúð þegar hún fæðist og sem sagt þannig að ég bý þar með og þá var eldri dóttir mín fór sem sagt í hverfiskólann sem var þar og sem sagt var að hefja sína skólagöngu, hún var einmitt 6 ára þá þegar á þessum tíma. Já, en svo sem sagt nokkrum mánuðum seinna þá sem sagt tekin ákvörðun að setja íbúðina á sölu þannig að þá fer ég að leita að íbúð til leigu og ég man einmitt eftir því að hafa skráð mig á leigulistan og það var einmitt bara, það var rosalega erfitt að finna, bæði eitthvað sem hentaði með tilliti til staðsetningar, eitthvað sem var á viðráðanlegu verði, ég náttúrulega vissi ekkert hvort ég fengi húsnæðisbætur eða hvað, þannig ég svona renndi svolítið blind og náttúrulega maður var að horfa á verðið, maður var að horfa á staðsetningu og þá er ég einmitt með þarna 6 ára, hún var þá að verða 7 ára, sem sagt eldri stelpan og pínu lítið barn, hún var bara nokkurra mánaða gömul, mín yngri og en ég var svo heppin að ég held að vera fyrsta sem ég skoðaði, ég var búin að hringja eitthvað og svona sko, en fyrsta eignin sem ég skoðaði var sem sagt, ég fékk þá íbúð leigða, hún var sem sagt í Vesturbænum sem er frekar nálægt mömmu minni þannig að það hentaði mér ágætlega. En hins vegar þurfti dóttir mín þá að skipta skóla og sem var bara í góðu lagi. Við áttum heima þá bara skólinn var bara hinum megin götuna þannig að þetta var svona þægilegt upp á það. Ég hef alltaf verið bíllaus líka, ég er ekki með bílpróf. Já, ég fékk þarna leigusamning í 1 ár og fannst það bara mjög gott á þeim tíma, maður hugsa bara eftir að hafa verið á svona flakki þá er heilt ár bara mjög góð tilhugsun að geta svona aðeins andað í þá sé ekki nefnir nokkra mánuði
En hérna, við sem sagt byggum þarna og ég var einmitt, ég hafði sem sagt verið að vinna og var í fæðingarorlofi. En ég síðan hérna, sem sagt, staðurinn sem ég var að vinna á verður hérna, sem sagt, bara hættir þegar að, hérna, ég er í fæðingarorlofi, þannig að ég verð atvinnulaus í fæðingarorlofi. Já, þannig að ég svona fer virkilega að hugsa bara á hvað hérna tekur við. Þannig að ég þurfti náttúrulega bara að fara á atvinnulausbætur og sem sagt, fæ líka hérna, félagsráðgjafa sem þetta í fyrsta skipti hérna, í þessu hverfi og hérna og ákveða að sækja félagslegt leiguhúsnæði þá. Já, en sem sagt, við vorum þarna í 1 ár og sem sagt, áður en ég áður en sá samningur rann út þá sem sagt, leitaði ég til félags einstæðra foreldra og sem sagt, þau sögðu mér þar að þau væru með neyðarhúsnæði fyrir einstæða foreldra sem hafði verið rekið þá alveg síðan held ég, já, 70 eitthvað og hérna gera það. Þannig að ég flytt inn þarna þetta var í Skeljanesi í þetta bráðabirgðahúsnæði félags einstæðra foreldra og þetta var svona íbúð sem var svona opin, þetta var svona eins og hálfgerð stúdíóíbúð en samt með einu svefnherbyggi, það er allt búið opið en ég flytt þarna inn með hérna, stelpurnar 2 og það er bara svona eldhúskrókur inn í íbúðinni og hérna það er sameiginlegt klósett, þannig að maður þarf að fara fram á ganginn til þess að fara á klósettið og nota baðið og svona, sem var sameiginlegt með öðrum íbúa. En ég fékk allavega að vera þarna hjá félagi einstæðra foreldra og var sem sagt, færði mig eitthvað íbúðir innan hússins. Þannig þetta var svona, hérna, já, maður var svona ef eitthvað losnaði sem var hentugra, af því ég var líka held að ég hef verið eina manneskjan sem var með 2 börn, allar aðrar voru með 1 barn. Mjög fínt. En svo endaði á að ég fékk hérna, sem sagt, félagslegt leiguhúsnæði og hérna, já, var það var vitleysa í mér. Ég hérna var búin að sækja félagslegt leiguhúsnæði fyrir löngu áður en ég flutti þarna Framnesveginn, en ég fór að láta minna á það þegar ég komst í hérna, samband við félagsráðgjafa þarna í Vesturgarði. En allavega þannig að biðin eftir þessu félagslega leiguhúsnæði var allt í allt 3 ár. Og náttúrulega á flakki á meðan hjá mömmu, svo á Grensásveginum og svo Framnesveginum og svo í Skeljanesinu. Þannig að þetta voru 4 staðir sem ég bjó á þeim tíma. Og hérna, sem þegar við fluttum í Skeljanesi þá líka skipti dóttir mín aftur skóla. Af því að við vorum komin of langt til að ég geti verið að redda henni í skólan á morgnana. Hún var með lítið barn líka þannig að maður var svolítið bundin og bíllaus. Já, það var vitleysa í mér. Ég var búin að sækja félagslegt leiguhúsnæði fyrir löngu áður en ég flutti þarna Framnesveginn. En ég fór að láta minna á það þegar ég komst í hérna, samband við félagsráðgjafa þarna í Vesturgarði. En allavega þannig að biðin eftir þessu félagslega leiguhúsnæði var allt í allt 3 ár. En svo einmitt þegar ég fékk síðan félagslegt húsnæði, þá var það á Barónsstígnum og þá þurftum við aftur að skipta skóla því þá vorum við komin alveg við hliðina á Austurbæjarskólanum. Þá var þetta margir skólar? Þetta voru 4. skólinn sem hún var í þarna á 4 árum. Þannig að hún skipti skóla árlega sem fyrstu 4 ár skólagöngunnar. En það var rosalega þægilegt að, náttúrulega bara frábært að fá loksins langtíma leigusamning í hendurnar, þurfa ekki að hafa áhyggjur, vera komin einhvers þar sem maður getur komið sér fyrir og og svona því að það er náttúrulega rosalega lýjandi að flytja svona oft. Þú veist, alltaf þurfa að pakka allir saman, svo flytur einhvert og þú veist, þú lendir í því bara, þú veist, að húsgögnin passa ekki, þú veist, og svo náttúrulega allt þetta rót við að flytja, þú veist, það skemmast hlutir, það tínast hlutir, þú veist, og einmitt eins og ég segi, þegar maður kemur á staðinn þá passar það ekki inn, þannig að þú þarft að fara að redda þér einhverju öðru, skipta því út, sem ekki hlaupið að þegar þú átt ekki peninga.
En já, þannig að sem sagt, þegar ég fæ þarna íbúðina hjá félagsbústöðum þá náttúrulega það bara svona, já, bara loksins hægt að svona aðeins að anda hvað þetta varðar. En ég man að ég, sem sagt, þegar ég byrja að leigja hjá félagsbústöðum, það var rétt áður en kerfinu var breytt. Þannig ég byrja á gamla kerfinu þar sem maður að borga í raun og veru bara mjög lága leigu. En svo þegar ég var búin að búa þar í nokkra mánuði þá var kerfinu breytt, þannig að þá í raun og veru leigunni komið á markaðsverð og þú færð í raun og veru síðan húsaleigubætur og þennan sérstaka húsnæðisstuðning til þess að sirka lenda, þú veist, ekki í rosalegum mismunni. Veistu af hverju það var gert? Þetta var eitthvað gert til þess að sem sagt, leigjandinn væri meðvitaðri hvað í raun og veru kostaði að leigja íbúðina. Af því þetta var eitthvað þannig að Reykjavíkurborg var að borga beint til félagsbústaða mismunin. Þetta var, sem sagt, þá átti þetta stuðningurinn við hvern leigjanda átti að vera persónumiðaður við hans aðstæður og innkomu og eitthvað svona. En sem sagt, sonur minn fæðist 2009 og þó að sko, já, þegar hann fæðist það lagast ekkert mitt líkamlega ástand, það bara, já, mjög erfitt að já, að vera með unga barn og 2 önnur sem eru í grunnskóla. En ég sem sagt ákveð að sækja milliflutning og það var eiginlega bara svona, já, ég eiginlega verð bara frekar heppin sem sagt að það var eitthvað þannig að það var einhver sem að annar leigjandi á félagsbústöðum sem þurfti á minni íbúð að halda og losnaði þarna íbúðin sem ég í núna í leiðinni. En það var einhvern veginn svona svolítið bara aðstæður sem spiluðust þannig. Þannig að ég sem sagt ákveð, reyndar alveg bara þetta var mjög erfið ákvörðun einmitt af því að ég var búin að flytja svo mikið, ég var búin að vera þarna í einhver 4 ár og þetta var alveg virkilega erfið ákvörðun að flytja, þó þetta væri alveg bara svona stærri íbúð, meira pláss, þú veist, frábært, en ég hugsaði bara, flytja einu sinni en bara ég leggja í það. En ég flutti sér þetta í hverfi 104 sem var alveg svona þokkalegt, en rak mig svo á það náttúrulega að strætósamgöngur voru ömurlegar. Og einmitt þegar ég var komin þangað þá einmitt uppgötvaði hvað þær voru hræðilegar og að vera með unga barn og þurfa að labba með barnavagn í snjónum og sækja verslanir í Skeifunni sem eins og sko bara, þetta eru bara torffærur fyrir gangandi vegfarendur. Það var svolítið, já, það var ekki alveg auðveldasta sem maður gæti gert og sérstaklega náttúrulega líka því ég var bara svo líkamlega veik. Ef ég lít tilbaka þá allt þetta, allir þessi flutningar og þetta og einmitt með eins og að því elst dóttir mín þurfti náttúrulega að skipta skóla á hverju ári þangað til við vorum komin með félagslegt leiguhúsnæði að maður sér svona þetta skilur eftir smá svona rótleysi þó að hún hafi reyndar verið alveg bara svona, hún var alltaf spennt fyrir að komast á nýjan stað, var alltaf jákvæð, alltaf hafði rosalega aðlögunarhæfni þannig að þú veist, við vorum heppin með það en það náttúrulega samt markar fólk virkilega að vera alltaf á þessum eiginlega flutningi og ég finn einmitt til dæmis hjá sjálfri mér að bæði þar ég bjó á Barónsstígnum og þar sem ég á heima núna hef ég verið með kassa í geymslunni sem ég hef ekki ennþá tekið upp úr. Ég er búin að vera núna á sama staðnum í 10 ár og það eru ennþá kassar í geymslunni sem ég hef ekki snert. Og ég er ennþá alveg svona tvístígandi einmitt við að kaupa eitthvað sem passar inn af því að þú veist, maður alltaf með þetta í svona einhver staðar þarna í skottinu að maður með þennan farangur sem að segir bara þú veist hvað ef ég flytt af því að ég mani mitt að þegar að ég leyfði mér að koma mig fyrir á síðasta stað
þá einmitt fékk ég þessa tilkynningu að ég var að koma með aðra íbúð. Og það var, ég finn alveg að þetta er pínulítið svona einmitt, þessi svona ótti við að, bara að einmitt vera nýbúin að koma með fyrir og þá einmitt þurfa að flytja. Og ég einmitt ég sótti milliflutning þegar að elsta dóttir mín varð 18 ára og þegar hún fluttað heiman þá ákvað ég að sækja milliflutning af því ég vildi komast aftur annaðhvort í miðbæinn eða vera nær mömmu minni. En það hefur ekki gengið, það er mjög erfitt að fá milliflutning innan félagsbústaða. Þannig að það hefur ekki gengið eftir og svo einmitt var þetta líka náttúrulega það er líka ýmislegt spilað inn í eins og það er til dæmis að þú kemur yfir í skuld þá er einhver töf á milliflutningsumsókninni og það er líka þetta að úthlutunarfundir eru aðra hverja viku og milliflutningsumsóknirnar fara í sama pott og nýjar umsóknir. Þannig í raun og veru í hverjum úthlutunarfundi, ef þú ert að sækja milliflutning þá ertu í raun og veru að keppa við umsóknir sem eru, fólk sem er á götunni. Fólk sem er í sömu stöðu og ég var í þegar ég fékk fyrstu íbúðina í félagsbústöðum. Þegar þú varst búin að bíða í 3 ár? Já, akkurat. Þannig að og ég vitandi hvernig sú tilfinning er bara svona, er bara fullan skilning á því að þær umsóknir hafa forgang. Þannig að ég á endanum ég ákvað núna bara að hætta að vera óska eftir milliflutningi af því að ég bara meika ekki að vera í þessari stöðu að vita ekki hvort ég eftir að vera þarna eða ekki. Þannig að ég hef svolítið bara verið að reyna að sætta mig við að vera bara þarna. Allavega, á meðan ég get ekki keypt sem það er líklega bara, ég sé ekki fram á. Finnst þú að hafa val yfir þínum aðstæðum? Nei, eiginlega ekki Ég, ef að ég mætti velja, ég væri persónulega til í að eiga mitt eigið húsnæði og það eru náttúrulega ástæður fyrir því ég er náttúrulega á börn og sem foreldri á leigumarkaði þá náttúrulega ertu í þú ert ekki í sömu aðstæðum fólk sem á eigið húsnæði og svo náttúrulega líka þetta að geta ekki ráðið litnum á veggnum hjá þér maður má ekki mála í einhverjum litum ég má ekki breyta neinu í íbúðinni ef mér dettur í huga mér langi til að þó ég hafi náttúrulega ekki efnað í þannig séð en ef ég hefði eitthvað efna á til dæmis að skipta gólfefni eða fá mér aðra eldhúsinnréttingu eða eitthvað þá er þetta eitthvað sem að ég gæti ekki bara því að ég er leigjandi þannig að það er alls konar svona sem að kemur með ef þú átti þitt eigið húsnæði þá náttúrulega ertu það er náttúrulega fullt af kostnaði sem fylgir því en leið ertu þú ert í þitt eigið, þú getur gert það alveg að þínu eigin, þú getur haft það eins og þú vilt, þú getur boðið þeim sem þú vilt að búa hjá þér án þess að einhver sé að fylgjast með því og þar er þetta göttunum þannig að í raun og veru val, nei og að því að ég er lágtekju eða með ótryggar tekjur þá get ég náttúrulega ekki fara á almennan leigumarkað, það væri ekki séns að ég gæti leigumarkaðinn eins og hann er núna. Hann var slæmur þegar ég fór út á hann fyrst en þá var það aðalega því hann var svo óöruggur. Leigan var há en guð minn góður, leiguverðið sem að gengur í dag, þetta er meira en ég er að fá inn oft. Þannig að nei, ég í raun og veru hef mjög takmarkað val. Ég langar að spyrja hvernig
Hvernig er það að bíða í 3 ár eftir? Þetta er nefnilega, þú veist, ef við tölum sko, tíman, sko, tímalengdin er eitt og svo er annað einmitt að vera í aðstæðunum og þurfa að, allt sem því fylgir. Það að vera í þessum aðstæðum er náttúrulega, þú veist, svolítið að því að þú veist aldrei hvenær þú færð tilboð. Þú veist aldrei hvenær það kemur. Heyrðu, það er íbúð laus sem að hentar þér á ég að tilnefna þig. Þú veist aldrei hvenær það kemur. Þannig að þú veist ekki, þú ert í einhverjum tímabundnum aðstæðum, kannski að leigja einhvers staðar og þú veist ekkert hversu lengi. Þú veist ekki hvort þú átt að gera 6 mánaða leigusamning eða ársleigusamning eða, þú veist ekkert. Og þannig að það element er alveg rosalegt og ég hef alveg talað við fólk sem að einmitt hefur verið nýbúið að gera kannski leigusamning og síðan fengi tilboð félagslegt leiguhúsnæði og þurfa einhvern veginn að redda sér út úr því. Kannski þurft að borga á 2 stöðum í einhvern tíma. Þetta er fáránlegt, allir þessi óvissa sem fylgir því. Og allir þessi óvissa með útreikninga á til dæmis húsaleigubótum og öllu því sem að er alltaf einmitt einhver svona óvissa. Jú, það er einhver reiknumódel inn á þarna húsnæðis stofnuninni og allt það sem þú getur sett inn í. En málið er að þetta er allt svo viðkvæmt. Það er svo lítið að breytast hjá þér til þess að þú missir stuðning eða þetta er bara allt einhvern veginn einhver svona spilaborg sem þú býrð í. Þannig að það er bara og þá bara fellur allt. Og sérstaklega því að ég meina allir sem eru að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði er lágtekjufólk. Þú færð ekki að fara á biðlistan nema þú sért með virkilega lágar tekjur. Þannig að að setja lágtekjufólk í þessar aðstæður, þessar óvissu aðstæður ofan á það að vera alltaf með fjárhagsáhyggjur. Þetta er náttúrulega eitthvað sem er bara mannskemmandi og á ekkert að vera boðlegt. Þannig að það er það sem það er og ég meina ég beið í 3 ár, sumir bíða lengur jafnvel og að vera í þessum aðstæðum því lengur sem það er því meira étur það þig upp að innan, því meira rótleysi skilur það eftir hjá börnunum þínum, því meira vesen þarftu að fara í gegn því að svo er náttúrulega ofan á það er ógeðslega dýrt að flytja. Þú þarft að redda flutningabíl, þú þarft að jafnvel að leigja einhverjar búslóðageymslur af því að það passar ekki allt inn og þú þarft að losa þig við hluti og kaupa nýja og þetta er bara heilmikið sem þú þarft að standa í og bara rándýrt. Og þannig að það eitt og að vera einmitt kannski með leigusamning sem er að renna út, þú ert ekki búin að fá tilboðum þú ert ekki búin að fá hvenær þú fáir félagslegt húsnæði og það getur enginn sagt þér það, þú færð það með stuttum fyrirvara. Þannig að á ég að fá mér aðra leiguíbúð á meðan, á ég að fá inni hjá vinkonu eða fjölskyldumeðlimi í þennan stutta tíma, erum við að tala 2 mánuði eða erum við að tala 2 ár og það er enginn sem getur sagt þér það. Þetta er fáránlegt að setja fólk í þessar aðstæður. Þannig að svona lítur biðtíminn út. Er eitthvað sem vilt bæta við að lokum? Já, bara húsnæði, öruggt húsnæði er náttúrulega bara grunnmannréttindi og það að geta hafa aðgengi að bara öruggu húsnæði er bara, gerir svo mikið fyrir fjölskyldur og bara einstaklinga. Ég meina það þurfi ekki bara alltaf að pakka saman á nokkru mánaða fresti og flytja ofan á einmitt nagandi afkomuótta til dæmis er bara, það myndi breyta rosalega miklu bara það að geta setið kjur einhvers staðar, komið sér fyrir, verið öruggur, geta boðið fjölskyldunni þinni í heimsókn, geta boðið vinið þínum heim,
að börnin geti haldið upp á afmælið sitt heima hjá sér, þú veist. Þetta bara allt hefur svo rosalega mikla þýðingu fyrir fólk. Og eins og ég segi, þetta ekki forréttindi, þetta eru mannréttindi. Og það á bara að vera, þau eiga bara að vera það og eiga að vera virt. Þannig að, já. Leigumarkaðurinn í rauninni hefur alltaf verið svolítið svona einkennilegt fyrirbrigði á Íslandi vegna þess að alveg frá því að verkamannakerfið var og hét að þá var ægilega mikið svona rót á fólki. Verkamannakerfið virkaði svolítið þannig að verkamannabústaðir að alltaf eftir því sem fjölskyldur stækkuðu minnkuðu þá svolítið færiðist fólk á milli íbúða og það var svolítið þannig í tilfelli móður minnar. En það var allavega það öryggið til staðar að fólk fékk alltaf íbúð. Það endaði aldrei á götunni nema að hreinlega bara gerði bara eitthvað verulega mikið af sér. Þetta öryggi hvarf í rauninni af leigumarkaðnum, af almenna markaðnum þegar verkamannakerfið eða verkamannaíbúðirnar eins og ég vil kalla eitthvað allt annað en þetta öryggi hvarf þegar þau lögðu niður þessi húsnæði. Og bara til að mynda að þegar meira þess að fyrir og eftir þennan tíma það kemur svona millibil þarna það sem að reyndar var þarna tímabil það sem að Stjúpi og móðir mín bjuggu saman að þau reyndar seldu og fóru á húsaleigumarkað í einhver 2 ár á þessum tíma og voru á 2 stöðum á þessum tíma. Ég sjálfur hef flutt svo oft að ég hef ekki töl á því og grunnskólarnir sem ég fór í út á flutningum voru 6 frá 1. upp í 9. bekk. Það sýnir það bara að ég staldra ansi stutt við í hverjum skóla. Ég var reyndar heppinn, fór 2 sinnum í sama skólann. Þannig að svona það bjargaði málum. En þetta rót og óöryggi sem að fylgir húsaleigumarkaðnum er í rauninni ennþá verri í dag. Heldur hann var fyrir 35-40 árum síðan. Og hvað segir það okkur? Jú, það segir okkur einfaldlega það að þjóðfélagi bara stefnað í kolvitlaust átt með þetta. Þetta er komið til tóma vitleysu.